fyrir fólkið og velkomin með mér í Glettur. Já, nú ég aldeilis komin í heim sem gaman að skoða. Komin í stóra og mikla, vélsmiðju. Hér var einu sinni til húsa véltækni sem hann Valdi Ben, eins og þeir kalla hann hérna fyrir austan. Valdimar Benediktsson, reyndar ættaður frá Vopnafirði en lengst af búið hérna á Egilsstöðum. Hann rak tíma hér vélsmiðju, hafi kannski mest umleikist þegar hitaveitu-framkvæmdir byrjuðu hér fyrir austan og byggði stórt og mikið hús undir þessa starfsemi. Núna Valdimar hættur að vinna, eins og hann segir. Ég hef nú grunn að hann sé nú að dunda ýmislegt þó að vinnan sé ekki beint á útseldu tímakaupi. Hann hefur safnað sér ýmsum ævina. Hérna inni hægt að sjá bíla, báta, alls konar tól og tæki til að smíða, hvort heldur sem í tré eða járn. En hérna í þættinum eftir ætla ég að fjalla að hluta merkilega mann sem lifði og hrærðist hér á Egilsstöðum, Steinþór Eiríksson. Ég veit ekki hvernig ég á að titla hann. Hann var, hann smíðaði járn og tré og hann málaði myndir svo ég nefni nú eitthvað. En þeir voru góðir kunningjar, hann og Valdi Ben, og Valdi passaði upp á að geyma mörg af þeim tólum og tækjum sem Steinþór smíðaði. Nú, hér til dæmis eitt apparati sem Steinþór smíðaði og þetta var í upphafinu sög, trésög ekki rétt Valdi? Jú, þetta var trésög. Og hann smíðaði hann fyrir Ósvald Nilsen sem var fyrsti íbúi þessa kauptúns á þeim tíma. Og var þá Ósvald að fara að smíða sitt hús? Nei, það var nú búinn að því, en hann var með trésmiðjuverkstæði upp á loftinu í því húsi alla sína tíð nánast. Auk þess að vera byggingafulltrúi hér. Það var svolítið saga á bak við það hvernig hann kom til Egilsstaða. Já, hann var nú víst ráðinn sem fjósamaður í Egilsstaði í Vopnafirði en lenti óvart fyrir ókunnuleika í Egilsstaði og Fljótsdalshéraði og ílendist þar og kvæntist síðan meir og var þetta fyrsti maður sem gekk frá sig hér. Þá var Steinþór Eiríksson, sem mér fjalla nú, var nú raunar fyrstur til að flytja inn í sitt hús, en ósvalda fyrstur til þess að hefja framkvæmdir. Já, beint af vélaverkstæðinu hjá honum Valda niður á sláturhúsið á Egilsstöðum. Þetta gamla sláturhúsið, hérna væri nú líf og fjör ef þetta væri enn sláturhús, hausttíminn. En í dag þetta menningarmiðstöð þeirra sem búa hér á Fljótsdalshéraði og myndarlega staðið að hlutunum á þess að gleyma þó fortíðinni. Já, heimamönnum gengur húsið enn undir nafninu Sláturhúsið. Nú í sumar hefur verið hér yfirlit sýning á verkum Steinþórs Eiríkssonar. Enda í sumar liðin 100 ár frá því að hann fæddist. Hann fæddist 2. september og væri því 100 ára væri hann enn með okkur í dag. Ég búinn að koma mér hérna fyrir ásamt sýningarstjórunum og dóttur Steinþórs. Stefania, segðu mér, hvernig faðir var þessi margslungni listamaður Steinþór Eiríksson? Faðir minn var afskaplega ljúfur faðir og hlýr og notalegur og maður var alinn upp eins og ungi í eggi og ég var að ræða við systur mínu eftir að pabbi var fallinn frá og það að ég minnist þess ekki að hann hafi nokkur tíman skammað mig. Var nokkur tíma ástæða til þessu? Jú, maður gerði allt mögulegt sem maður mátti ekki en sko, hann ræddi við mann og oft á tíðum afskaplega heimspekilega og ég oft verið að hugsa ég bý að því ennþá, ég man eftir einhverjum svörum sem hann gaf mér og ég minnst þess að hann sagði einhvern tíðan við mig þegar maður var á unglingsárum algjörlega ómögulegur út af einhverjum smámunum sko. Þá sagði hann, veistu það, Sissa mín, lífssamengja ekkert sem þú færð tilbúið, þú verður að búa hana til sjálf. Og ýmsa svona góða hluti lagði mann til sem hann býr af enn í dag sko. Steinþór Eiríksson fæddist í Hróarstungu og dvaldi þar og í Jökulsárhlíð fyrstu árin en ólst upp í Þórsnesi í hjartastað Þingá.
Hann þótti snemma greindur og bráðger. Til dæmis vakti það eftirtekt fermingasystkina hans sem gengu til spurninga hjá séra Sigurjóni Jónsinni á Kirkjubæ að Steinþór hafði þá þegar náð valdi á erlendum málum. Hann var alltaf að lesa, alla tíð, og las sér til gagns á nokkuð mörgum tungumálum. Og maður sá það sko hvað voru fjölbreytta bækur sem hann hafði átt. Já, hvernig datt þér í huga að fara að setja upp sýningu Steinþór Eiríksson? Það var ekki svo að það væri mín hugmynd. Því var hvíslað að mér að það væri aldarafmæli hans. Og því ég náttúrulega þekkti vel til þeirra hjóna að þá greip ég boltann á lofti og sagtir. Og gekk í það að undirbúa þetta og fá leyfi hjá þeim systrum og bara hélt þetta var það veruleika með aðstoð góðra manna. Steinþór kvæntist Þórunni Þórhallsdóttur frá Ljósavatni og börn þeirra eru Stefanía, Jenny, Þórhalla og Eiríkur en hann lést ungur af slysförum. Bróðir okkar lést af slysförum þegar hann var 26 ára gamall og það tók geysilega á pappa. En hún tókst einhvern veginn með góðri hjálp, góðra vina og þennan tíma sko, þá átti hann mjög erfitt með að mála. Svona fyrst og eftir. Og maður sér það þegar maður skoða myndirnar frá þessum tímabili að þær hafa einhvern annan þyngri blæ. En svo lyftist þetta upp og hann aftur þessari sýn. Ég kynntist náttúrulega þeim fyrst þegar Þórunn kennari minn á Húsmæðraskóla. Ég þá bara smástelpa. Ég byrjaði 14 ára á skólanum og hún ábyggilega kunni vel á krakka því að allavega linnti okkur vel. Svo seinna meir þá bjuggum við hjóni hjá þeim í kjallara í húsi sem við áttu. Húsi númer 2 hér á Egilsstöðum. Það kom snemma í ljós að Steinþór var dverghagur. Hérna til dæmis tóbaksponta sem hann smíðaði fyrir föður sinn og þá var hann aðeins 15 ára gamall. Hún aðeins að vísu gengin af lögmónum í dagblessunin, ekki undarlegt. Og hérna líka reglustrikka, fagurlega útskórinn af Steinþóri, smíðuð þegar hann var kornungur. Og það má líka sjá á málverkunum sem hann málaði á yngri árum að þau eru mörg hver innrömmuð með römmum sem Steinþór skar út. Já, hann var snillingur og ekki bara í höndum. Líklega er þetta gáfasti maður sem ég hef kynnst ævina sko. Hann var svo fjölgáfaður. Hann var sjálfmenntaður verkfræðingur en hann gat lesið tungumál allt nema frönsku. Svona nærliggjandi löndum, alveg sér til gagns. Og hvernig lærði hann tungumálið? Ég veit það ekki nema það sem ég veit að hann var í Fagradal í Vopnafirði. Þar var svona einhvers konar vísir alþýðuskóla en einhvern veginn gat hann lært allt sem hann vildi læra og lesið og skilið. Hann var svo bráðgáfaður, hann var starffræðingur, eðlisfræðingur, sjálfmenntaður verkfræðingur. Hann hafði tilfinningu fyrir lausnum svo margra mála og reyndar flestra ef ekki allara sem maður vissum. Hann gat alltaf bjarga málum. Og hann sá strax þegar hann sá verkfræðitekningu af einhverju burðarvirki hvort hún var í lagi. Stundum voru þær ekki í lagi og hann gat bent á gallana. Og þetta var réttmætt, þetta var ekki sérviska. Var hann alltaf hugsandi, alltaf að grufla? Já, hann var alveg á kafi í þessum málum öllum sem við kom vélum og hönnun, fylgdist vel með öllu sem var á framkvæma. Til dæmis hitaveitunni hérna, Lagarfossvirkjuninni, öllu. Hann var mjög duglegur að fylgjast með og skildi, svo kenndi hann við iðnskólann hérna. Já, eins og þú segir, þá var Steinþór alltaf að hugsa eitthvað, smíða. Ég hef heyrt sögur um það að hann var að bjarga bændum þegar tól og tæki biluðu. Nú hann smíðaði sleða til dæmis þegar það var neyðar ástand að skapast vegna þess að bændur voru að verða heilösir, þetta koma til þeirra heyi og mjöli og svo framvegis. Já, var kannski Steinþór á rangri hillu, hefði hann átt meira að vera hugsuður og uppfinningarmaður heldur en svona reddari, svo maður segir. Já, þetta er eiginlega góð lýsing því að
það var sterkasta hlið mannsins, það voru gáfurnar og fjölhæfnin í hönnun allri og uppbyggingu. Já, það bílaði ekki þar sem hann smíðaði. Hann fann á sér hvar átakspunktarnir voru og hafði vit á að styrkja þá, eins og sást að þessu sleður sem voru kallaðar hallarisleðar, sem voru notaðir hérna harðavetra 1950 þegar hei hafði gengið illa sumarið áður og bændur heilausir og hafa flutt af Suðurlandi með skipum á Reyðarfjörð og á jarðítum sem þá voru nú nýlega komnar í notkun hér. Það smíðaði þess að risa sleða aftan í jarðíturnar og þeir keyrðu dag og nótt af vöktum kallarnir jarðirnar og komu hegi til bænda og björguðu bústafnina bara alveg og hann átti sinn stóra þátt í þessu því að það var ekki gerlegt án sleðana. Skólaganga Steinþórs var ekki löng, einir 4 mánuðir í fastskóla í heimabyggð en engu að síður tók hann sveinspróf og fékk meistararéttindi án þess að koma inn fyrir skóladyr. Fyrsta aðkoma hans að iðnskóla var til að kenna og til að vera þar prófdómari. Af öllu góðu þá var hann fyrst og fremst kennari. Hann vildi koma allri sinni þekkingu sem var mikil til annara og taldi það gett sér og var svo gladur ef og gall beint okkur bjálfanum. Var það ekki kannski oft til þess, þetta grúskans, spekulasjónir, var það ekki jafnvel oft til þess að tímakaup Steinþórs þegar dagurinn var liðir hefur kannski ekki verið mjög hátt? Sko, á meðan hann rak verkstæði þá náttúrulega gekk á ýmsu. Það var nú dálítil lenska hér að reyna að fá gert fyrir lítið. Það voru ekki miklu peningar hjá bændum og Steinþór bjargaði nú mörgum manninum fyrir lítið féð því að hann var fyrstur til þess að læra að gera við vélar og það kunna hann vel og þegar vélvæðing hefti sveitum þá flytur hann sitt verkstæði frá Reyðarfirði og hér upp í Hérað að tilstilli og með hjálp Sveinsbónda Jónssonar á Egilsstöðum. Þannig að hann hefur komið hingað svona eins og svo til bjargvættur upphafi vélvæðingar. Já, þetta sá sveit fyrir og vantaði svona mann og hann kom þarna. En þessi vél hérna, trésmíðavél, þú hefur nú breytt henni og sett hérna vírbusta í staðin fyrir sögina að sagalblaði sem ætti að vera. Já, það er nú bara vegna þess að það hentar mér betur að því að þykist nú vera járnsmiður að vera með vírskífu hérna. Ég hef aðrar vélar til að vinna timbrið en hann smíðar þetta sem hjólsög, trésög. Hérna var sagablaðið. Sagablaðið hérna, það er augnablisverk að skipta því út En það er hönnunin á þessari sög. Það var þetta halla borðinu til að halla borðinu saga. Og lamirnar hérna eru svo snildarlega hannaðar og smíðaðar af honum að þetta heldur miðlínunni þrátt fyrir hallan. Það má ekki raskast þegar svona blöður og þetta leysir hann með því að renna hér lögum og saga hann svo í tvennt og nota sinn helmingi hvorum megin og þetta er líka svo stabílt. Þetta er svo nákvæm smíði og góð, vönduð að þar skakkar ekki nokkru og það kemur svo vel í trésmíðinni. Og hann smíðar líka tólatæki sem hann notaði sjálfur eins og til dæmis skrústykki sem er niður á Já, hann smíðar þarna risa skrústykki sem er það stærsta sem ég hef nokkuð tíma séð og var ég þó í stóri vélsmíðar á sínum tíma hérinn í Reykjavík þó hann að gripi var ekki til. Hvar fékk hann járnið í þetta? Hann sótti járnið í strandað timburflutningarskip sem var skotið í tundurskeiti var sagt og rak helmingurinn að í norður á Langanessi og helmingurinn hérna hér. Valdimar svona í minningunni Steinþór, hvernig persóna var hann? Hann var nú mjög sérstakur persónuleiki. Hann var velviljaður. Hann gat aldrei sagt ljótt orðum nokkurn mann eða nokkra þjóð. Ég meira að gera tilraunir á honum með það. Að tala illa til dæmis Þjóðverja, hvernig þeir höguðu sér í seinna stríðinu. Hann gat aldrei tekið undir það að sagði mér það sem ég vissi ekki þá hvað var farið illa með Þjóðverja í fyrra stríðinu. Það kunni hann allt, hann kunni mikið í sögu. Komst hvergi að tómum kofann? Nei, og það var svo mikil góðvilji í honum, eins og ég sagði kennarinn, hann vildi koma frá sér, því sem hann vissi. En svo seinna meir þegar svona starfsþreki var nú kannski aðeins farið að minnka til að lyfta stórum og þungum járstykkjum, þá tók hann upp pensilinn og fór að mála myndir sem hann hafði reyndar alltaf dundað eitthvað við, en gat helgað sér myndlist inn í síðustu árin. Var það kannski mestur sem listamaður? Já, í fyrsta lagi þá var nú frændi Jóhannesar Kjarvals og bara það eitt hefur nú skilað sér eitt hvað í gera honum því að hann er kornungur, nánast barn, þegar hann byrjar að mála heima hjá sér og hafa gaman að litum og teiknun.
Þannig að það var örugglega mjög sterkt í honum. Jú, vissulega sko talaði pabbi það að hann var svona kargur yfir því að hafa ekki sko getað notið þess að fara til mennta en hann var búinn að fá inni í skóla í London en sko þetta á stríðsárunum og hann fær ekki fjárveitingu til þess að komast og það vill svo skemmtilega til að ég á bréf frá Ingu frá Fagradal í Vopnafirði sem var kennslukona og kenndi honum ensku meðal annars þegar hann ég veit ekki hvað rétt upp úr fermingu þá hann að læra betri ensku hjá henni. Hún skrifar honum þetta yndislega bréf þar sem hún að leggja honum lífsreglurnar, hvernig hún eigi að haga sér hjá þessari fjölskyldu sem hún var búin að útúa honum í London til þess að búa hjá. Og þar á meðal segir hún, Steinþór minn, þú mátt hvergi skilja eigur þínar annar staðar eftir en í þeirri vistaveru sem þér ætluð. Og þetta fallegt bréf. En það var ekkert úr listnáminu? Nei, hann fékk ekki fjárveitingu. Ég var alla tíð þekkt Steinþór alla mín ævi í sjálfu sér, heyrt af honum sögur og vita af honum og hans uppbyggingu hér með verkstæði en Steinþóri kynnist ég fyrst og fremst sem listmálara og hélt mikið upp á hann. Heldur það, hann hefði betur geta helgað sig listinni allt sitt líf? Ég veit það ekki. Ég tel lífsferil Steinþórs vera farsælan og hafi komið bæði honum og öðrum til góða. Og má ekki bara segja að þetta hafi verið toppurinn á tilverunni. Hvernig hann endaði lífsferil sinn. Og ég tel það að hann hafi getið sér góðs orðs í hvoru tveggja. En Steinþór var afskaplega fjölhæfur. Við höfum aðeins minnst á málverkið og járnsmíðin en hann gerði nú ýmislegt fleira. Já, Steinþór var eftir að hann hætti verkstæðisvinnu og hann var alla tíð blaðamaður Morgunblaðsins í mörg ár. Og maður sér það og við tókum saman úrklippubók og hans víða getið sem blaðamaður Morgunblaðsins. Hann var leigubílstjóri og hann var leiðsögumaður og þá fyrir erlend ferðafólk eða erlenda þjóðir hér á landi. Hann talaði mörgu tungum. En maður tekur eftir í að hérna Dyrfjöllin ansi oft viðfangsefni. Já, Dyrfjöllin báðum megin frá, bæði á réttinu og röngunni. Og hvorum megin réttan og hvorum megin röngunni? Ég tel hann að vera réttunni héraðsmegin. Og þá myndir þetta fleiri frá héraðinu? Nei, það var nú ekki hugsun okkar. Við tókum við öllum myndir sem voru í boði. En ég fréttaði eftir á, það voru ekki allir tilbúinir til þess að hafa auðan vegg í 2 mánuði og vildu ekki lána myndina. Gátt ekki mist Steinþór? Nei, gátt ekki mist Steinþór. Í 2 mánuði? Nei. En í það minnsta Steinþór Eiríksson í minningun ljúfur og góður drengur. Já, afskaplega góður maður. Velviljaður til allra. Manna og málefna. Mátti ekki dönt sjá. Afskaplega góður. Gott að minnast slíkra manna. Já, það svo mjög gott. Ég held að hann hafi orðið hvað bestur minna vinur, Steinþór Eiríksson. Svo tekur hann sér nú stundum skáldarleif og færir fjöllin aðeins til. Já, hann sagði að skáldin hefði leyfi til þess. Það var einhver tíma sem hann spurti hvort þetta líti svona út frá þessu stað og þá sagði hann, já, skáldin hafa leyfi til þess að færa fjöll. Það var skáld á Léreft. Já. Og kannski hann nú stórtækastur í stóru myndinni þar sem að hann kemur Dyrfjöllum og Snæfelli fyrir á einni og sömu myndinni. Já, Lífsins tré hét svo mynd. Hún reyndar með annað nafn í dag en þetta bæði frá ættingum og ég man eftir því þessi mynd hét Lífsins tré. Og hún sýnir bæði Dyrfjöll og Snæfellið í góðri birtu og ævintýri og Selfljótið og Lagarfljótið falla þarna saman og
Ég segi þetta voru fjöllin hans. Það má líka segja að þessi mynd sé kannski alltaf því úr einhverjum höldum heimum. Já. Það er margt sem kemur fram í þessari mynd. Það má spekulera í henni. Já, og það er endalaust hægt að horfa á þessa mynd. Og ég held að það sé alltaf eitthvað sem maður sér og ég náttúrulega hef haft hana fyrir augunum bæði sem á mínu vinnustað og var vitni að því þegar málaði hana. Þannig að hún er mér mikils virði þessi mynd og hún er líka mikils virði fyrir þann sem á hana í dag. Þannig getur orðið okkar ævi eins og draumað sigling yfir glitrandi reynum bæði að halda í þessa hamingju ljúfu stund hugsa og þrá nýjan báruna á bjart yfir að sjá vegið okkar það líður landi grænu frá svíðum nú saman sæl þessa skínandi slóð gleði bros og gaman greipti minningasjó Hefur það komið fram í spjalli við vinu og kunningja Steinþórs að hann var mikill svona, hvað maður segja, bjargvættur, var að hjálpa bændum þegar vélar bíluðu og jafnvel hvenær sem var sólarhringsins. Var heimilið ekki bara eins og járnbrautarstöð á þessum tíma? Jú, vitaskuld var, sko, það var afskaplega gestkvæmt hjá foreldrum mínum og einhvern tímann þótti mér nóg þegar ég var á unglingsárum, þá var ég með einhver hortuheiti og kom með fram í eldhús og haldið með nefið upp í loftur og segi við móður mína hvernig væri það, væri ekki hægt að koma á einstefnu og þessu heimili. Og mamma benti mig virkilega á það að ég ætti herbergið þarna inni sem ég gæti bara farið í. Og það var ekki rætt meir það. Sko, mamma sagði einhvern tíma, svaraði því til þegar kom til hennar kona sem var alveg gáttuð yfir þessu, hvað væri mikill gestagangur á heimilinu. En mamma sagði svona frekar, hún gat verið snögg upp á hlægið og sagði hjá mér er engin gestagangur, hjá mér er gestkvæmt og henni fannst vera mikill munur á því. Hún sagði það væri lítið varið í það búa heimili sem enginn vildi heimsækja. Ég hræddum að það sé nú oft á tíðum og en það dag í dag sem atvinnurekendur hafi ekki alltaf fyrir því sem þau vinna. En ég held að það hafi nú líka komið fram í gögnum sem við vorum að leita í að það var fullt af reikningum sem voru óinnheimtir og eru ennþá til hjá Safnastofnun Austurlands. Já, reikningar sem að Steinþór hefur skrifað en aldrei fengið borgað. Já, ég held að það sé staðreynd. Þannig var það heima og það voru allir velkomnir. Það var sama hver það var og það var ekki verið að gera neitt mannamun og maður áttar sig á því svo þegar maður var fullorðinn hvað það gat verið óskaplega gaman. Það var fólk sem kom og var að ræða menn og málefni og hinn ólíklegustu hluti. Þeim hjónum kynntist ég bæði í fátækt og ríkidæmi og gleði og sorg. Því að þegar seldist málverk eða Þórunn fékk greidda vinnu sína fyrir saumaskap, þá var slegið upp veislu. Og það var aðrir nutu góðs af. Og það var oft á tíðum sem krakkarnir voru sendið með eitthvað til þeirra sem mátti sér minna af því að þau hafði efni á því. Og Þórunn sagði alltaf við fáum þetta margfalt tilbaka. Og þegar pabbi kvaddi þá var hann svo tilbúinn og talaði það að hvað hann
sem sé, hann sá það fyrir sér að hann myndi komast á Everest. Og mér fannst það svo sætt. Og hann segir við dóttur okkar, þar sem var þá í námi í Utrecht í Hollandi. Hérna, ég kem við hjá þér á leiðinni til Everest, ég búin að kveðja. Og það svo skemmtilegt að hérna síðasta myndin hans, sem herðubreið, og það voru vinir sem fengu hann til að mála þessa mynd. Og færa honum pappír og liti, og þarna málar hann herðubreið, enda málaði hann hana í annan tíma, en þetta átti nú vera þetta tvennt, en þarna lenti sem sé herðubreið inn, sökum þess að það síðasta myndin hans. Og það svo skömmu áður en hann kveður. Sem sagt í minningunni, Steinþór Eiríksson, faðir þinn, er afskaplega ljúft að hugsa til hans. Já, ég myndi segja það sko, ef eitthvað orð ætti yfir pappa, þá það ljúflingur. Nú, þá ekki fleira hjá okkur í Glettunum í dag. Við hittumst aftur á sama tíma á fimmtudaginn kemur, Glettur klukkan 18:30 á fimmtudögum.